live reaction af mér. Taka eftir að ég tók klakavélina úr sambandi og það er ekki klakar í henni. Frekar rude ef ég hefði vaknað á morgun ekki með klaka í kaffið mitt. Ég fór í litun í gær og ég setti smá strípur þannig að hárið mitt er aðeins ljósara. Ég fannst samt ekki að fá með strípur af því að mér langar að verða ljósara aftur. Don't worry. Ég elska svona hlýjan, þú veist. Ég er aldrei að fara að verða ljósara aftur en ég er aldrei að fara að verða dökkara aftur. Ég sýndi sko inspo-pic af mér þegar ég var að fara úr dökku í ljóst. Ég var aldrei búin að strípa það 3 svar og þetta er bara draumaliturinn minn. Mér langar bara að fá hann og ég er svona eiginlega með hann nema aðeins meiri strípur kannski, þú veist, á myndinni. En klukkan er sko 10:30 og ég er að fara að gera kaffi fyrir morgundaginn af því að ég er búin að vera að gera það. Ég er búin að vera að kæla kaffi í svona krukku sem ég er að þrífa. Ég bý til kaffi fyrir kannski svona 4 glös og setja krukkunni í ísskáp þannig að endist mér í svona 1-2 daga. Það er ógeðslega næs að vera með tilbúið kaffi í ísskáp og þurfa ekki að búa til eða bíða eftir að kólni og eitthvað svona að ég fæ mér alltaf ísskapi. Ég er bara að gera það og taka hringum íbúðuna, slökkva öllum ljósum og svona. Ég er að byrja þetta vlogg eins og ég byrjaði senasta vlogg, myndavélin mín er að deyja. Ég plani ekki alveg nógu mikið fram í tímann hvenær þessi vlogg fæðast. Ég fer bara allt í einu í vloggstuð og þá bara verð ég að taka myndavélina og byrja vlogg af því annars er ég kannski að fara detta úr vloggstuði. En ég ákvað bara að byrja vloggið þannig að á morgun geti ég bara tekið upp myndavélina og sýnt ykkur daginn minn. Þannig já, velkomin í vloggið og ég ætla bara að sofa. Hey, góðan daginn. Sko ef ég hefði ekki byrjað þetta vlogg í gær þá hefði ég ekki verið að vlogga í dag. Takkið gærdags vloggstuð mér. Það er bara að gera þetta. Ég þarf bara að segja, þú veist, introið og þá er ég komin vloggstuð. Ég hef aldrei tekið upp myndavélina nema að því ég var að byrja á þessu vloggi. Ég var bara komin í bíl, eins og sést. Við erum að fara niður á stofinn núna. Ég er bara að fara að taka 1 kóla. Klukkan er að ganga 2. Það er náttúrulega bara ógeðslegasta veður.com Íslands. Dagurinn í dag fór andstæðan við það sem hann átti að fara, sem hann bara gerist. Ok, sorry, ég ætla að hafa ykkur aðeins hérna. Já, þegar þú átt barn, þá bara einhvern veginn, það er bara svo barnið og alheimurinn og eitthvað svona finna á þér. Þú veist, þegar þú ert með eitthvað svona me-time planaðan og þá bara svona, nei, sorry, þú ert mamma eða pabbi og þú færð það ekki. Sem sagt, var með daginn planaðan þannig að ég ætlaði að fara með Ólöfu í leikskólann, ég ætlaði að koma aftur heim og leggja mig sem ég geri aldrei, en ég var bara eitthvað, ég ætla bara að koma heim og leggja mig eftir leikskólann hjá honum. Svo ætla ég bara að vakna í rólegheitunum og fá með kaffi og fara á hádegisæfingu og fara svo að taka 1 kúna og bara kósí, skilur, bara svona smá svona me time. Sorry, mér finnst það ógeðslega skrítið sjónur þannig að ég verði að hafa hérna á meðan ég get. Ég ætlaði bara að eiga ógeðslega kósí dag, bara ég ein í íbúðinni, kannski, þú veist, ryggsuga og skúra og veist ég ekki. Nei, Oliver sem sagt vaknaði klukkan 3:30 í nótt, bara í stuði og ég fór fram með hann því að Brynja var að fara á morgunvakt þannig að ég ætlaði að leyfa honum að bara sofa. Þannig ég fór fram með hann og hann var bara svolítið heitur en samt alveg í mjög miklu stuði. Þannig að ég eiginlega bara ákvað að senda hann ekki í leikskólann í dag út af, veist, já, hann var bara eiginlega með hita. Þannig að klukkan 7 þá náði hann loksins að sofna aftur og við sváum til alveg 11:30. Pabbi kom að passa það núna í klukkutíma þangað til Brynja kemur heim. Þannig að já, dagur minn breyttist úr bara me day í bara heima með veikt barn og ógeðslega skrítinn svefn og chaos. Já, það er alveg, oh my god, sjórinn er sko svartur. Ég er ekki að grínast, hann er svartur á litinn. Ói, það er bara ógeðslegt veður. Ok, við keyrum ekki á meðan við höldum að myndavél þannig ég ætla að pása ykkur og já, ég er bara leiðin niður á stofu. Búin að vinna, klukkan 3:30, ég var búin fyrir svona korteri. Allt í einu fekk ég bara ógeðslega mikinn kulda frá. Það gæti verið að ég er ekki búin að borða, eða þú veist, ég var svona semi að borða það fyrstu
Það ekki svona hægt að kalla skýr máltíð, en ég var svona semi að borða fyrsta matinn minn í dag. Ég tók sko með mér íþróttatösku með íþróttadóti að því ég var eitthvað svona kannski langar mér alveg að fara á æfingu, en ég er alltaf bara að hata að fara seinni-part. Það var örugglega eftir að vera þannig að ég er að nálgast, þeim sem ég fer í, annarkvort held ég áfram eða ég begi heim til mín. Þetta var örugglega eftir að vera bara, ég er að nálgast og ég á eftir að ákveða bara allt í einu. Komin heim, fór á æfingu, við gerum á búðarhól. Brynja bæði mig að kaupa pulsu fyrir sig, brauð og hann ætlaði að prófa airfrya þær svo að þær séu grillaðar. Svo ég að fá mér svepp, svona portobello svepp, bara setja hann í airfryan líka og hvítlauksbrauð og örugglega bara hrísgrjón. Svona fyrir kaffið og prófa þennan. Smá keks, full af skyri og skvísum. Þetta er Oliver, svo einhvern kattarflautmat. Nú ætlum við að elda kvöldmat. Brynjar airfryaði pylsur. Þetta er munn. Hvað erum við með? Það er gott sko. Ok, Brynjar er að hætta á vinnustaðnum sínum á morgun og hann er að fara að mæta með köku. Ætlum við að baka kökuna. Við ætlum að gera skúffuköku og Oliver er orðinn sjúkur í að Oliver er orðinn sjúkur í að baka núna nýlega, þannig að ég ætla að hann að hjálpa mér. Duglegur. Og ný. Setti 2 egg hérna ofan í svo hann treysti nú ekki alveg að brjóta það sjálfur. Duglegur. Viðbót. Síðasti. Duglegur. Ok, við eigum ekki kakó sem ég held að við ættum. Þannig að kakan okkar er basically vanilukaka núna. Ég reyna að hringja í mömmu. Kannski nennir hún að koma með kakóduft til mín. Spurning hvort ég ger bara vanilegu köku með vanilegu kremi. Kannski er það alveg gott. Hvít kaka og hvít krem. Ok, við vorum að fá smá sendingur á Bandaríkjunum sem að ég náði ekki að taka jólin. Oliver var að fá. Hvað varst að fá? Bangsímon. Búinn? Sjá býta. Viltu sjá í spegli? Oh my god, hvað hann sæti. Wow. Oliver Bangsímon. Ég keypti Bangsímon búinn fyrir hann að því að bæða þegar náttúrulega öskudagur í febrúar og hann ætlar að vera með Bangsímon afmæli í mars. Og ætlar þú getur hann verið í þessu í afmælinu. Þetta eru JBL Pure Bass Wireless. Ég keypti þau bara fyrir ræktina. Því AirPodsum mín eru bara glötuð. Ég nota eiginlega bara fyrir vinnu. Í vinnunni núna. Og ég er alltaf að nota podsin hans Brynjars sem að honum finnst alveg pirrandi held ég. Ok. Þetta er eitthvað snúra. Koma svona í svona smá hlífðarpoka. Svo er ég bara í gymminu svona og að hlaupa. Ok, æði. Nú bara að prófa þau. Ég er enda fyrir heitan tíma til að landa, ég er örugglega á morgun þannig að ég get ekki prófaði það. En kannski fær maður í gymmu helgina, örugglega ekki, en spennt að prófa þau samt. Fyrir áhugasama þá er þetta kakan. Bye! Rosa fín. Ég á ekki kökudiskana og var bara að vera í þessu. Ég setti matarlit svolítið harkalega niður og hann skvettist á mig að ég tók fast. Ok, allavega ég og Bangsímon erum að fara að sofa. Ég ætla að taka alþrif út af því að, já alrýmisþrif af því það er bara alltaf í bakstöðustóti og eitthvað. Og þá vonandi er ég hressari þegar ég vakna í morguntíma í fyrrmorgunni. Ég ætla að reyna að fara á æfingu. Góðan daginn. Ég er að setja mig collagen
jelly cream. Ég elska þetta, svo ég búin að nota þetta í bara nokkra daga held ég. Góðan daginn, Lúlli. Hvar Óli þín? Týndur henni. Komum með nýja. Já, yfirgefur. Bakavélin, hún, þú veist, þegar hún klárar vatnið sitt, ef maður fyllir það ekki, þá slekkur hún á sér og bræðir alla klökkarnir sem í sér. Ekkert eðlilega pirrandi feature. Ég veit ekki hvort allar klökkavélar séu svona. Ég bætti sko vatn í henni í gær og ýtti á, þú veist, maður þarf að ýta svona á og play aftur. Það greinilega ekki virkað, þannig að ég var að kveikja á henni bókstaflega þetta leyti. En ég vonast að ná nokkrum klökum í kaffið mitt, annars á ég held ég nokkra í keili. Þá akkurat gott að vera með kallt kaffi og þarf ekki það marga klaka. Engifer og turmerik. Maður á að taka hálfa flösku. Þetta ekkert vont sko. Ég var að búast til að turmerik, þetta var engiferskoti. Ég veist turmerik var betra sem kom mér á óvart sko. Þannig ég var brjóstir að finnast turmerikskot ekki góð. Ói, ok. Akkur smakkaði þetta svona meðal í dag. Ói. Þetta var ekki gott í dag. Mér finnst þetta gott senst ég tók þetta. Græjaði töskuna í gær. Setti músli. Þá vil ég setja gríska jógurt. Gymtaska. Og svo ég með hérna úrið mitt Happy Hydrate fyrir æfingu. Komin í íþróttaföt nema ég í buxum, þú veist, yfir stuppsunar út af það of kallt til þess að fara út í þeim út úr húsinu. Að gera með kaffi, sko ef kaffið mitt hefði ekki verið bara ískallt í ísskáp þá hefði þetta verið ekki nóg klakar. En ég held ég sé búin, þú veist, að gera allt Ég tók með mér sundót, ég var sko að pæla bara ok, á ég að taka sundót bara svona ef ég hef tíma til að vera í bátinn og bókstaflega á sömu mínútu sendi hann allir á mig ég til í bátinn þannig að ég tók sundið. Oliver var svolítið mikið að rumska í nótt, ég sko sofnaði, hann sofnaði ekki fyrir hann bara 12 og ég þú veist sofnaði þá svona 12:30 og svo vaknaði ég 6 og hann var alltaf eitthvað að rumska í nótt og já, þetta var ekki góð nótt en þetta bjargar mér vonandi. Mér leið sko svona að væri bara að vakna við það að ég var að fara úr rúminu en ég vona bara að hann sofi til allavega 8-9 sko. Greið, hann aftur heima veikur í dag. Bara var með hita í allan gerðdag, hann var svona ógeðslega hress sko en hann bara var heitur og maður bara var að byrja að heyra svo mikið af röddina hans og nefinn hans hvað hann var kvefaður. Já, hann heima, löng helgi á hann. Ég ætla að leggjast það eftir svona korter. Þá er maður búinn í heitum tíma, búinn að fyrir pottinn. Strákarnir eru bara sofandi heima ennþá, klukkan er 9, þannig að Oliver greinilega vaknaði ekki þegar ég fór. Ég ætla að fá mér gríska jógurtina og múslið því að húnninn er að koma eftir korter, þannig ég veit ekki hvort ég ná að borða niður á stofu. Ég nennilega ekki að taka ykkur með mér að vinna. Fá músli. Ég ætla að fara að vinna og sjáumst einhvern tímann eftir. Ok, lefum mér að koma ykkur hérna fyrir. Ég held ég fari bara ekkert út úr húsi næstu daga. Þetta veður er, já, þið sem búið hérna vitið. Ég sem sagt kláraði að vinna og ætlaði að koma heim til þess að hleypa Brynjar í vinnuna. Og ég byrjaði að bakka úr bílastæðinu fyrir utan vinnuna. Nei, ég byrjaði bara að renna. Þannig ég bara bremsa og þá bara byrjaði ég að spóla og ég bara komst ekki aftur, komst ekki áfram. Síðan var bíll sem var lagður sko hliðina á mér í stæði
Hann byrjaði að renna og það munaði sko ekki miklu að hann hefði bara runnið á mig. Hann rann svona eiginlega hliðin á mér og stoppaði svona rétt hjá bílhúddinu mínu. Þannig hann svona, ég var bara einhvern veginn svona föst á milli hans og svo bílsins sem ég var að bakka til. Þannig að það kom einhverju gæjar sem voru að vinna líka í byggingunni og voru æði og hjálpuðu mér og ég komst á endanum. Og það var bara allir næstum búin að klessa alla og bara Jesus, traumatized eftir þessa bílferð heim sko. Nú er Brynja farin að vinna og ég ákvað að gera mér kaffi, eða ég er að gera mér kaffi. Ég setti kaffi inn í ísskáp fyrir svona 5 mínútum, ég er svolítið óþolinmóð og nenni ekki að bíða lengur, þannig við ætlum að fá okkur kaffi. Brynjar fékk sér seinasta krukkukaffi, þannig ég þarf að gera meira á eftir. Já, ég sett smá hvítt súkkulaði og smá kókósíróp. Hvítt súkkulaðisíróp og kókósíróp eru geiturnar, sérstaklega að blanda þeim saman. Mæli með, hvítt súkkulaðisíróp fæst bara í Fjarðarkaup og mögulega Hagkaup. Ég hef aldrei séð það í, þú veist, Krónunni, Netto, Bónus. Lúlla langar svo út en hann er ekki alveg að peppa þetta veður. Planið á morgun er að fara í brunch með mömmu klúbnum, ekki með baby samt, bara við mömmunar. Baby free brunch. En ég er að spá í að ef ég vlogga það, þá kannski vlogga ég það bara TikTok. Nennilega ekki að halda þessu vloggi áfram. Út af ég veit bara við erum bara að vera heima restina af deginum og eitthvað. Og örugglega helgina því það er svo úrslitaður. Þannig að, já, ég og kaffið mitt segjum bara takk fyrir að horfa. Takk fyrir að likea og subscribe því ég veit að gera það. Og bara, já, sjáumst næst. Megið láta mig vita ef ykkur finnst svona hversdagsleg myndbönd skemmtileg. Af því mér líður alltaf eins og skemmtilegustu myndböndin séu þegar ég er að gera eitthvað. En mér persónulega finnst skemmtilegustu myndböndin hjá öðrum vera þegar þau eru bara bústlega ekki gera neitt. Bara daily routine myndbönd, það eru uppáhalda mín. Þannig já. Sjáumst þegar við sjáumst. Bye.